kæru kandidatar, ágæta starfsfólk háskólans og aðrir góðir gestir. Ég heiti Sólveig María, viðburðarstjóri hátíðarinnar og ætla að vera kynnirinn ykkar hér í dag. Það mér sönn ánægja að bjóða ykkur velkomin á þessa hátíðarstund, þar sem við fögnum áfanga kandidata frá því október 2025 og svo þeirra sem brautskrást hér í dag. Eftir blóð, svita og tár, óendanlega stundir í lærdómi á bókasafninu, borgum eða hvar sem ykkur hefur tekist að finna fókus nú komið að þessu. Daniel Starrason, ljósmyndari, sér myndatökur og verða þær aðgengilegar á netinu ykkur öllum að kostnaðarlausu. Dagskráin hefst á því að Áslaug Ásgeirsdóttir, rektor Háskólans á Akureyri, flytur ávarp og nú mun hún ganga inn í salinn ásamt forsetum fræðasviðanna og deildarforsetum og ég vil því biðja ykkur að rísa úr sætum. Þið setjast. Mér finnst þetta allt svo hátíðlegt að bjóða fólki til sæti svona. Þetta svona svolítið eins og maður sé í kirkju en við erum hér til að gleðjast. Kæru kandidatar, aðstandendur, starfsfólk HA og góðvinir Háskólans. Velkomin á vetrarbrautskráningu Háskólans á Akureyri. Til hamingju með daginn ykkar og þennan áfanga í lífinu. Það alltaf heiður að fá að segja nokkur orð þessi tímamót. Í dag brautskráum við 91 kandidat, 31 kláraði í október og í dag brautskrást 60 kandidatar í viðbót. Nær alla deildir skólans eru að brautskrá og helmingur kandidata með okkur hér í hátíðasal Háskólans, en aðrir eru vonandi að horfa á í streymi. Hvar sem þið eru stödd, mega kandidatar Háskólans vera stolt af því að hafa náð þessum áfanga, að vera búin að klára háskólagráðu. Það skiptir litlu máli hvort þetta fyrsta gráðan, eða svo síðasta, allavega í bili, þið hafið unnið markvisst og áfanganum náð. Á námsferlinum hafið þið lesið, unnið hópverkefni, tilengað ykkur rannsóknaraðferðir, lært ný hugtök. Það hefur eflaust teygt hugan og þannig hafið þið elt gagnrýna hugsun, sjálfstæði og fagmennsku, jafnframt því að hafa tekist á við áskoranir lífsins. Vegferð ykkar mismunandi. Sumum lætur vel að vinna sjálfstætt, öðrum finnst frábært að hafa tækifæri til að kynnast samstúdendum, kennurum og starfsfólki skólans á netinu eða í lotum. Aðstandendur ykkar hafa líka tekið þátt í þessari vegferð á ýmsan hátt og eiga allir þessi einstaklingar þakkir skilið fyrir stuðningin. Ég vona að þið nýtið samveruna hér í dag til að þakka þeim sem hvött ykkur áfram eru með hér í dag og aðstöðu ykkur þegar þess var þörf. Í dag 14. febrúar og fellur vetrarbrautskráningin því á sjálfan Valentínusardaginn. Í hugum margra þessi dagur samofinn hugmyndum okkar rómantískar ástir, þökk sem mætti auglýsinga og samfélagsmiðla. Þetta hátíðardagur blómabúða, súkkulaðiframleiðanda, veitingastaða og jafnvel hótela. Mér finnst viðeigandi að við eyðum deginum saman hér á Akureyri, bænum sem þekktur fyrir hjartalaga rauð ljós. Í hversdagsleika lífsins erum við sem búum á Akureyri reglulega minnt á ástina þegar við bíðum eftir grænu ljósi. Það gott að muna að hjarta þar stundum að skýra skert. Valentínusardagurinn nefndur eftir Sankti Valentínusi, sem í trúarsögu kaþólska voru víst fleiri en einn. Líklegast þykir þó að dagurinn sé nefndur eftir heilögum Valentínusi sem uppi var á 3. öld. Sagan segir að í óþökk keisara Rómar hafi hann gift kristna hermenn þvert á band yfirvalda, því að keisarinn var víst sannfærður það að ókvæntir hermenn væru betri bardagamenn.
Því miður veit ég ekki svarið við þessari spurningum, ég fannst þetta svolítið forvitilegt. Því að við stuttar skoðun á ritrindum heimildum, sem við háskólafólk gerum, kemur í ljós að áhrif hjúskapar á hernað hefur lítið verið rannsökuð. Til að stikla á stóru, þá verður á 14. og 15. öld algengari í Englandi að 14. febrúar sé tengdur rómantískri ást. Á 18. öld fara pör þar í landi í auknum mæli að skiptast á blómum, konfekti og ástarjátningum og þannig verður trúarsaga smátt og smátt að menningarhefð. Á 20. öldinni verður valentínusardagurinn svo viðskipta hátíð rómantíkur sem við þekkjum í dag. Það er líka áhugaverð staðreynd að listalífi okkar væri mun fátæklegra ef ástin og óhjákvæmilega fylgifiskur hennar ástarsorgin hefði ekki verið listafólki endalaus uppspresta innblástur. Hver mörg ykkar eigið uppáhalds ástarlag? Þið með alveg rétt upp hönd. Nú eru allir, jú, það eru nokkrar hendur. Þið megin nú alveg fara að hlusta meira á svona tónlisti það ekki. En ástin er þannig ekki bara tilfinning sem við upplifum, heldur líka efniviður listafólks sem hjálpar okkur til dæmis að koma orðum að tilfinningum okkar, tengjast hvort öðru og hugga okkur þegar hjartað er meirt. Í dag er svo komið, ef maður trúir auglýsingum, þá er svo hefð að halda upp á valentínusardaginn áliti vera eitt það mikilvægasta til að sýna ást í parasamböndum. Hefðir eru að vissu leyti mikilvægar, en ég held að flest okkar vitum líka að eitt kvöld umvafin gagnkvæmri ást og umhyggju er ekki nóg. Ástin er nefnilega ekki bara tilfinning, hún er líka hegðun eins og fræðafólk að borði Erik Fromm og Bell Hooks hafa bent á. Ástinni fylgir ákvörðunum að styðja við þau sem eru okkur náin, að axla ábyrgð og nálgast þá sem við elskum og þykir væntum með virðingu og umhyggju. Við finnum ekki bara fyrir ástinni, heldur þurfum við líka sýna hann í verki gagnvart því fólki sem okkur þykir væntum. Ástin er heldur ekki einskorðuð við parasambönd, fjölskyldu og vini, heldur meðvituð ákvörðunum að takast á við einstaklinga, lífið og samfélagið af umhyggju og ábyrgð. Það að elska er þannig samfélagsleg ákvörðun og það krefst hugrekkis að velja að þykja væntum og bera virðingu fyrir samferðafólki okkar. Þannig leggjum við okkar að mörkum til að búa til gott samfélag sem byggist á réttlætingu og virðingu. Munum að ástin getur breytt samfélaginu. En af hverju vel ég, rektor Háskólans á Akureyri, að leggja út af ástinni? Jú, það er auðvitað valentínusardagur, þannig mér fannst það svolítið augljóst. En mér langar líka að tengja þessar hugleiðingar við þau auknu átök sem við erum að horfa upp á allt í kringum okkur. Á slíkum tímum er mikilvægt að trúa á kærleikann og vera virkur þáttakandi í þeirri vinnu sem þarf að byggja upp og viðhalda góðu samfélagi. Undanfarin ár hafa verið blikur á lofti í alþjóðamálum þar sem pólitískar væringar vinaþjóða hafa aukist og við höfum horft á afleiðingar harðra stríðsátaka í fréttum nær daglega. Þessar væringar hafa haft bein og óbein áhrif á Íslandi og munu sannarlega gera það áfram. Á slíkum umbreytingatímum er gott að muna að vegurinn á milli þess að vera vinur og óvinur getur verið óþægilega stuttur. Og þegar ríkið, samfélög og einstaklingar sjá hag sinn í því að óvinavæða aðra, þá er það þróun sem erfitt er að snúa við. Þess vegna skiptir máli að muna að við séum meðvituð valdið sem felst í ástinni og veljum að nálgast hvort annað af skilningi frekar en tortryggni. Við þurfum að vera hugrökk og muna líka að við erum öll fólk. Það er til dæmis engin minni manneskja sem ákveður að opna hurð fyrir annan, aðstofa bæði ástvinni og ókunnuga, eða temja sér að fara varlega í kommentakerfum samfélagsmiðla. Við eigum öll okkar sögu, vonir og þrár, og það er líka mikilvægt að muna að ekkert okkar er fullkomið. Menntun á Íslandi og þær heitu umræður sem oft upphefjast í kringum hana er í mínum huga kærleikstákn. Við erum sammála sem þjóðfélag að allir eigi að hafa tækifæri til góðrar menntunar. Aðgengi að menntun hér er á allan hátt samfélagslegt verkefni sem skattgreiðendur og opinberir aðilar hafa ákveðið að sé mikilvæg fjárfesting þannig að Ísland haldi áfram að vaxa og dafna sem þjóð. Háskólamenntun byggir á því sem kennt er í grunn- og framhaldsskólum og snýst að gefa fólki tæki og tól til að geta tekið upplýstar ákvarðanir, meðal annars í þágu þess starfsvettvangs sem að þið hafi valið ykkur. En einnig í þágu samfélagsins alls.
Við þurfum að þekkingu ykkar að halda, fólk sem hefur kunnáttu til þess að axla ábyrgð, hvort sem það er í heilbrigðisþjónustu, menntakerfinu, atvinnulífinu, opinberri stjórnsýslu eða á öðrum vettvangi. Ykkar framlag skiptir okkur öll máli. Að lokum vil ég þakka ykkur fyrir að velja Háskólann á Akureyri. Val á háskóla er ekkert sjálfgefið. Við vonum að ykkur þykir svolítið vænt um okkur þegar þið farið í þann og kannski komið aftur. Og að menntunin nýtist ykkur vel og styðji ykkur í framtíðinni. Látið gott af ykkur leiða, haldið áfram að læra, vaksa og leggja ykkar að mörkum. Megið þið alltaf bera gleði, hugrekki og ást í hjartakar. Til hamingju með daginn og gangi ykkur vel. Þá er komið að brautskráningu kandidata. Kandidatar sem brautskráðust í október í fyrra hafa þegar fengið skírteini sín afhent, en við viljum að sjálfsögðu fagna áfanganum með þeim hér í dag og fá þeir því rós í stað skírteinis til merkis áfangan. Ég vil biðja ykkur að klappa einungis vel og innilega þegar að hver deild hefur lokið sinni brautskráningu, en það er að sjálfsögðu alveg sjálfsagt að klappa fyrir þeim sem hljóta viðurkenningar. Fyrst brautskráir Brynjar Karlsson, forseti heilbrigðis, viðskipta og raunvísindasviðs, kandidata af sviðinu og honum til aðstoðar verða deildarforsetar sviðsins. Kæru kandidatar, samstarfsfólk, góði gestir. Í dag er hátíð, það er reyndar líka Valentínusardagurinn eins og rektor nefndi og lagði út af. En ég held að þetta sé kannski aðalega uppskeru hátíð. Það er stund þar sem að gleði og stolti blandast við söknuð og væntingar. Þið hafið lagt hart að ykkur, reynt á ykkur og staðið ykkur í verkefni sem krafðist bæði þrautseigju og trúar á eigin getu. Það er ekkert lítið sem að felst í því að ljúka háskólanámi. Það eru blóð, sviti og tár, en líka gleði, sigrar og óteljandi augnablik sem móta minningar sem fylgja ykkur inn í framtíðina. Það er einstök tilfinning að sjá okkur hér í dag. Tilbúin að taka við skírteinunum eða rósum, það er eftir hvað er í boði. Skírteinin liggja hérna í bunkum á baku mig. Þau eru tákn árangur. Þau eru líka lyklar að nýjum tækifærum. Þið hafið grafið djúpt í þroska og menntunarnámuna eftir og safna þekkingu, færni og leikni. Og nú er komin tími til þess að nýta þetta hráefni í samfélaginu, í starfi og svo bara í lífinu sjálfu. Við vitum að nám er ekki alltaf auðvelt, stundum er það eins og fjallganga, þar sem hver brekka virðist endalaus. En þegar að tindunum er náð, eins og þið eruð að ná hér í dag, þá umbreytist þessir erfileikar gleði og stolt. Það er þannig með þessa vinnu sem liggur á baki þessum áfanga, það sem virtist óyfirstífanlegt er orðið að góðri minningu. Ég vil hvetja ykkur til að halda áfram að læra, bæði frá degi til dags, en svo líka minna á það að það er bæði meistara og doktorsnám í boði hérna við skólan, blik. Það er ekki kannski ákvörðat núna þar sem áhugin er fyrir hendi til þess að byrja á nýju námi, en áhugin er lífsigur, hann getur alltaf kviknað aftur. Og í raun og veru þá ætla ég bara að segja að áhugin hann er lykillinn öllu. Ef maður hefur áhuga einhverju, að þá verður hvert skref í fjallgöngunni að eigin verðlaunum. Og þá er það þannig komið að þegar að vegurinn er orðinn að áfangastaðnum, að þá er manni allir vegir færir. Kæru kandidatar, ég ætla ekki að hafa þessi orð fleiri og hefja afhendingu skírteina. Í dag fer fram afhending skírteina til þeirra sem brautskráðust í október eins og þegar hefur komið fram og núna í febrúar. Þetta eru samtals 57 skírteini sem við afhendum hér eða þá rósir í stað skírteinana. Þar eru 18 á grunnstigi og 39 af meistarastigi sem að segir eitt og annað það hvar Háskólinn á Akureyri er staddur í dag. En
Nú fer fram brautskráning frá auðlindadeild og ég vil biðja Margréti Auðu Sigurbjörnsdóttur að koma og vera mér til aðstoðar. Og nú verður brautskráður kandidat með BS-próf í líftækni og það er Bjarki Freyr Ómarsson. Þetta var fljót gert og þá er lokið brautskráningu frá auðlindadeild. Takk fyrir. Tólf kandidatar brautskráðust í október með MRM-próf í haf- og strandvæðastjórnun í samstarfi við Háskólasetur Vestfjarða og er þeim boðið á brautskráningaraathöfn á Hrafnseyri í júní. Þau eru Alberto Roldan Sastre, Alexis Jane Bradley, Annie Laura Maria Tepiri, Borbala Kinga Horvath, Jessica Agnes Steele, Juliette Debost Mayavial, Justine Marie Peters, Pia Marie Denise Scaramiglia, Sadie Jean Ainsworth, Tobias Phil Kiekoffel, Vladimir Michael Brown, Jara Neville Wooning. Og þið megi klappa fyrir þeim. Þá fer fram brautskráning frá hjúkrunarfræðideild og ég vil biðja Hafdísi Skúladóttir deildarforseta að koma og vera mér til aðstoðar. Þá verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í hjúkrunarfræði. María Dögg Tryggvadóttir. Hún hlýtur viðurkenningu fyrir hæstu einkunn í grunnnámi við sviðið en gat því miður ekki verið með okkur í dag. Nú verða brautskráðir kandidatar með viðbótardiplómi í heilbrigðisvísindum. Það er Adama Ndure, Svava Björk Jónasdóttir. Og þá verða brautskráðir kandidatar með MS-próf í heilbrigðisvísindum. Og það er Ástríður Rós Gísladóttir, Diljá Björk Styrmisdóttir, Eva Björk Gunnarsdóttir, Herdís Halldórsdóttir, Hrefna Jónsdóttir, en hún hlýtur einnig viðurkenningu fyrir hæstu einkunn í framhaldsnámi við sviðið, en hún gat heldur ekki komið og verið hérna með okkur í dag. Við skulum klappa fyrir þessu. Júlía Ósk Jóhannsdóttir, Kristjana Atladóttir, Lára Baldvinsdóttir, Magnea Ingólfsdóttir, Sæbjörg Lára Másdóttir og Þórhildur Höskuldsdóttir. Og þá er lokið brautskráningur frá hjúkrunarfræðideild. Nú fer fram brautskráning frá viðskiptadeild og ég vil biðja Sigur Ragnarsson deildarforseta að koma og vera mér til aðstoðar. Aðeins að flýta fyrir. Nú verða brautskráðir kandidatar með BS-próf í viðskiptafræði. Amelía Boldug, Ari Leifsson, Aron Breki Aronsson, Bryndís Björg Jónasdóttir, Brynja Rut Kristinsdóttir.
Diljá Ýr Sómers, Helga Kamila Agnarsdóttir. Maren Rún Gunnarsdóttir. Pálína Margrét Þrastarsdóttir. Rúnar Helgi Björnsson, Salka Hermannsdóttir. Sandra Sif Baldursdóttir. Sandra Dís Hauksdóttir. Sigmundur Árni Sigurgeirsson. Sólborg Anna Lárusdóttir, Þórdís Elva Ágústsdóttir og nú verða brautskráðir kandidatar með MM og MS próf í viðskiptafræði með áherslu á stjórnun. Anita Ýr Fjölnisdóttir, Ásta Birna Jónsdóttir, Davíð Þór Þorvaldsson, Fríða Freydís Þrastardóttir, Halldór Yngvi Jónsson, Hanna Rún Jónsdóttir, Hjörleifur Guðjónsson Bergmann, Jakob Steinn Stefánsson, Jóhanna Guðmundsdóttir, Katrín Axelsdóttir. Ragnar Ágústsson. Sara Rós Einarsdóttir, Sigríður Birna Hallfreðsdóttir og Særún Anna Brynjarsdóttir. Þá lokið brautskráningu frá viðskiptadeild. Nú fer fram brautskráning úr tölvunarfræði í samstarfi við Háskólann í Reykjavík og ég vil biðja Ólaf Eystein Sigurjónsson, aðstoðarrektor rannsókna, nýsköpunar og atvinnulífstengsla að koma og vera mér til aðstoðar. Og nú verður brautskráður kandidat með BS-próf í tölvunarfræði, Þórir Gunnar Valgeirsson. Og þá lokið brautskráningu úr tölvunarfræði og sviðinu öllu. Þá komið að tónlistaratriði frá feðginunum Rut Ragnarsdóttur og Ragnari Þór Jónssoni. Þau flytja okkur lagið Víki vaki, textan á Jóhannes úr Kötlum og lagið eftir Valgeir Guðjónsson. Gjörið svo vel. Sunnan yfir sæinn breiða, sumarilinn vindar leiða, draumalandið himinn heiða, hlær opnar skautið sitt, vorið kemur heimur hlýnar hjartað mitt.
Gakk þú út í græna lundin, gáðu fram á bláu stundin, munda það stutt hver stundin, stopult jarnestindið mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Allt hið liðn ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma. Sólskinsdögum síst má gleyma, segðu engum manni hitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Vorið kemur, heimur hlýnar, hjartað mitt. Takk fyrir. Jæja, nú brautskráir Tom Barry, forseti hug- og félagsvísindasviðs, kandidata af sviðinu. Eins og áðan fá þau sem þegar hafa fengið skírteini sín afhent rós til merkis áfangan. Deildarforsetar aðstóða Tom. Góðan daginn. Rektor talaði mikið valentínusdagar. Ég vissi ekki það valentínusdagar, þannig til að koma fættur í morgun og kona mín spurði mig hvað varstu búin að gera í tilnæmi dagsins. Svo var nákvæmlega ekki neitt. Svo það var góð byrjun af dagsins. Svo kæri kandidatar, að verkefnum mínum í starfi á síðastliðnum árum hefur þátttöka í þessum merkisdögum verið hvað mest gefandi og ánægjulegasti hluti starfsins. Í svipbrögðum útskriftarnema má sjá mikla spenna og stolt yfir því afreki að komast yfir markið. Jafnframt má sjá von framtíðinni og þá möguleiki sem ný menntun býður upp á, og þannig liggur einmitt gildi háskólans náms möguleikin til breytinga. Menntun eins konar verkfæri til að halda áfram í lífinu, finna þeirra starfsframa og starf sem byggð styrkleikum og ástríðu hvers og eins á því sviði sem viðkomandi vil blómstra áfram í. Þetta það sem gerir ykkur kæra útskriftarnemendur verðmætt fyrir samfélagið, fyrir framtíð vinnuveitendur og ekki síst ykkur sjálf. Ég fæddur og alinn á Írlandi og á þeim 25 árum líðan sem ég kom til Íslands að fylgja eftir ást og núverandi konu mína, hef ég orðið var við ýmsar breytingar bæði á samfélaginu og umhverfinu, til að mynda loftslagsbreytingar og áskoranir sem þeim fylgja. Eitt getum við verið viss í lífinu og það að breytingar munu verða, og til þess að mæta þeim hvort sem á einstaklings eða samfélagsvísu verðum við að vera opin og móttækilegt fyrir nýjum hugmyndum og sjónarmiðum. Í þessi samhengi vil ég vitna í orð samlanda míns, írska Nobelskáldsins George Bernard Shaw, sem sagði: framfærir ógerlegar án breytinga, og þær sem ekki geta skipt skoðun geta ekki breytt neinu. En ég held þetta mjög þýðingarmikið fyrir heimsástæðan í dag og fyrir ykkur nemendur sem byrja í nýtt skref. Í námi ykkur hafa þið fengið grunn til að spyrja gagnrýna spurninga, velta fyrir ykkur af hverju hlutirnir eins og þær hvernig hægt til að stuðla að breytingum og hvað kemur í veg fyrir breytingar. Háskólanám hefur því fært ykkur mikilvæga færni til að takast við á áskoranir framtíðarinnar.
Ég hvet ykkur til að vera stolt af því sem þið hafa áorkað hér í dag og þessi síðasta ár við HA og jafnframt er ég þess fullvís að sú þekking og færni sem þið hafa öðlast hér í HA mun nýtast ykkur til góðs í lífi og starfi. Svo ég óska ykkur innilega til hamingju með þessi afrek og allt hins best í framtíðinni. Så samtals i dag munum við brautskrá 30 kandidater i dag úr framhaldsnám og 13 úr grunnnám. En þá við skulum byrja með því. Så nú fer fram brautskráningu frá félagsvísindi deild og mig langar að biðja Sigurður Kristinsson, deildarforseti, að koma og hjálpa mér með þetta. Takk. Það alltaf rosalega gaman að reyna að tala íslensku fyrir framan stóra hópa Íslendinga. Ég viðurkenni hvað ég er að lesa upp. Så 2 kandidater brautskráðust frá félagsvísindi deild. 4 kandidatdeildin brautskráðust með BA-próf nútímafræði. Kolbrún Alexandra Hægsdóttir. Setni kandidatdeildarinnar brautskráðust með MA-próf í félagsvísindum en 2 kandidater í meistaranám við Hugo Feil eru með jafnhá meðaleinkunn úr sínu meistaranámi hér í dag. Sá fyrri fær skírteini sitt afhent núna en það er Magnús Mári Magnússon. Yes. Já, ég þekki þitt nafn. Þá er brautskráningu frá félagsvísindi lokið og ég vil takka Siggi fyrir ástæðuna og takk nemendur. Nú fer fram brautskráning frá kennaradeild og mig langar að biðja Guðmundur Ingilbertsson, deildarforseti, að koma upp á sviðið. Ég líður eins og ég er í kirkja, það er svo þókn. Okay, først verður brautskráður kandidat með B.Ed í próf í kennarafræði, Guðríður Gísladóttir. Nú verður brautskráður kandidat með diplóm í menntunarfræði, Margrét Björk Brynhildardóttir, sem er ekki hér. Så nú verður brautskráður kandidat með diplóm í menntavísindum, Ásta Vigdís Guðlaugsdóttir, en Hólmfríður Rúnar ásamt Magnús Smári með hæsta meðaleinkunn brautsskrá sorry, ég rugla mér í róðinni hvernig ég lesa upp. Så Hólmfríður Rún Gudmundsdóttir, sem er með hæsta meðaleinkunn eins og Magnús. Caritas Fríða Víum. Nú verður brautskráður kandidatur með MT-próf í menntunarfræði, Dagrún Sól Bjarkardóttir. Laura Huld Kristjánsdóttir Westerlund. Styrmir Dýrfjörð, sem er ekki hér, og Þorbjörg Valdís Kristjánsdóttir, sem er ekki hér. Ein kandidat brautskráðust með MA-próf í menntunarvísindum, en hann er ekki fyrir miður viðstæður, það er Rúnar Sigurðsson. Så klappa fyrir allir. Þá er kennaradeild lokið, brautskráning lokið. Og nú fer fram brautskráning frá lagadeild og mig langar að biðja Valgerði Guðmundsdóttir, staðgengil deildarforseti, að koma upp á svið. Først verður brautskráður kandidatur með ML-próf í lögfræði,
Ylfur Bjarnason, sem ekki hér. Laura Kristín Traustadóttir, sem Solveig Stefansdóttir, sem ekki hér. En nú verður brautskólakandidat með diplóma í heimskautarétti, Embla Oddsdóttir. Þrír kandidatar brautskólaráðs með meistargráður í heimskautarétti, en það ekki viðstöð, en eru Emilia Victoria Ræhalla, Anna Kristín Leyenberger, Tetjana Biljek. Þá brautskráning frá lagið lokið, og takk, Valgerður. Nú fer fram brautskráning frá sálfræðideild og ég bið Richard Delaforsetti til að koma upp á sviðið. Nú verður brautskráða kandidatar með BS-próf í sálfræði, Arndís Lea Ásbjörnsdóttir, Ásdís Embla Arnarsdóttir, Bergrós Hermannsdóttir, en Bergrós með hæsta meðaleinkunn brautskráða kandidatar í grunnnámi við Svíðið hér í dag. Til hamingju. Erla Dögg Aðalsteinsdóttir, Eva Davidsdóttir Brown, Hjördís Birna Gunnlaugsdóttir, Kristbjörg Inga Valsdóttir, sem ekki hér, Kristín Svava Sigurðardóttir og Ragnar Einarsdóttir, sem báðir ekki hér, og Svein Þórður Þórðarsson og Tinna Sif Aðalsteinsdóttir. Nú brautskráning frá sálfræði lokið, og takk Richard. Og þá brautskráning frá Hugvík félagsvísindasvið lokið, en ég bara óskar ykkur all til hamingju og njóta dagsins. Nú fáum við aftur að njóta ljúfra tóna Rutar og Ragnars. Þau ætla núna að flytja okkur lagið einhvers staðar einhver tíman aftur, en höfundur, lags og texta Magnús Eiríksson. Einhvers staðar einhvern tíman aftur liggur leið þín veginn til mín og ég segi ég saknaði þín. Ég saknaði þín. Kyrrlátt kvöldi hvíslar ástar orðum út í buskan, hver heyrir þau nú? Út úr lífi mínu labbaðir þú, labbaðir þú. En ég nenni ekki að hanga hér, þótt hugur dvelji oft hjá þér. Lífið bíður líka eftir mér. Það alveg nóg af sorg og sút, svo ég ætla eitthvað út.
finna einhvern félagsskap, því hygg þú veist samúðar. Nú bráðum tími til að þegja, því að ósagt nú á ég svo fátt. En ég sendi þér kveðju í sátt. Kveðju í sátt. En ég nenni ekki að hanga hér, þótt hugur dvelji oft hjá þér. Lífið bíður lík eftir mér. Það alveg nóg af sorg og sút, svo ég ætla eitthvað út. Finna einhvern félagsskap, því hygg þú veist samúðar. Einhver staðar, einhver tíman aftur, liggur leið þínum beint til mín. Og þú segir, ég saknaði þín. 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 Takk fyrir okkur. Hólmfríður Rún Guðmundsdóttir, kandídat í kennaradeild, mun nú flytja ávarp fyrir hönd kandídata. Gjörðu svo vel. Kæru kandídatar, kennarar, starfsfólk Háskólans á Akureyri, fjölskyldur og aðrir gestir. Það mér mikill heiður að fá ávarpa ykkur hér í dag fyrir hönd kandídata. Í dag munum við ganga hérna út með prófskírteini í hönd og fjöldan allan af minningum frá námi okkar hér við Háskólann á Akureyri. Dagurinn í dag markar ákveðin tímamót. Við erum ekki aðeins að ljúka námi okkar hér við HA, heldur mikilvægu ferðalagi sem hefur krafist vinnu, aga og seiglu. Bara svo staðreynd að við sitjum hér í dag vitnisburður þá vinnu sem hvert og eitt okkar hefur lagt á sig. Þegar við hófum nám við Háskólann á Akureyri höfðum við öll ákveðin markmið og væntingar. Við vissum hvert við stefndum en áttum okkur ekki endil á því hvaða ferðalag biði okkur til að ná markmiðum okkar. En nú vitum við það. Námið hefur verið bæði krefjandi og skemmtilegt í senn og skilið eftir sig margar góða minningar. Það hefur reynt að þrautseigja okkur á skipulagshæfni. Mörg okkar hafa samhliða námi þurft að sinna vinnu, fjölskyldu og börnum auk annarra skyldna. Þetta var ekki alltaf einfalt, en við mættum samt, gerðum okkar besta, skiluðum verkefnum og studdum hvert annað. Námið hefur kennt okkur að takast á við flókin viðfangsefni, hugsa gagnrýnið og vinna sjálfstætt sem og í samvinnu við aðra. Það hefur ýtt okkur út fyrir þægindarammann og kennt okkur að vaxa, jafnvel þegar það var óþægilegt. Ekki síst höfum við lært ýmislegt okkur sjálf, þolinmæði og ábyrgð og það að halda áfram þrátt fyrir álag og efasemdir. Öll þekkjum við tilfinninguna að sitja í verkefnum sem virtast engan endi ætla að taka, efast tíma okkur og orku og hversu megnu við erum. En við þekkjum líka þá tilfinningu að klára, skila og hugsa, þetta gat ég. Eitt af því sem stendur upp úr við námið við Háskólann á Akureyri skipulag þess. Fyrirkomulagið með staðbundnum lotum gerði okkur kleift að haga líf okkar þannig að nám, vinna og einkalíf gæti farið saman. Lotunar voru ekki aðeins vettvangur náms, heldur líka grundvöllur tengslamyndunar. Námið hefur veitt okkur tækifæri til að kynnast ótrúlega fjölbreyttum hópi fólks. Við komum víða að með ólíkan bakgrunn, reynslu og lífssögur. Í lotunum sköpuðu samtöl sem héldu jafnvel áfram langt fram á kvöld, hugmyndir sem kviknuðu við kaffibolla og vinátta sem mun lifa lengur en námið sjálft. Við vorum ekki alltaf sammála, en við sáum fegurinn í því að geta verið sammála að vera ósammála. Þrátt fyrir að nám okkar við Háskólann á Akureyri ljúki formlega í dag,
munum við alltaf búa þeim tengslum sem mynduðust á síðustu árum. Kæru kandídatar, við sitjum hér í dag með ólíka sögur á baki, en öll eigum við það sameiginlegt að við gáumst ekki upp. Við mættum hindrunum, bæði stórum og smáum, og fundum leiðir í kringum þær eða í gegnum þær. Við settum okkur markmið og náðum þeim. Það er eitthvað sem enginn getur tekið frá okkur. Brautskráningin í dag er því ekki endastöð heldur upphaf nýs kafla. Sum okkar vita nákvæmlega hvert næstu skref liggja á meðan önnur eru enn að móta sína leið. Við göngum þó öll héðan reynslunni ríkari. Gefum okkur rými til að vera stolt af okkur sjálfum og því sem við höfum áorkað. Seglunni, dugnaðinum og þeirri staðreynd að við héldum áfram, jafnvel þegar á móti blés. Að lokum vil ég þakka Háskólanum á Akureyri, kennurum og starfsfólki fyrir leiðsögnina, fagmennskuna og þau manngildi sem einkenna þetta skólasamfélag. Þið hafið skapað námsumhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að þroskast og dafna, bæði í námi sem og í lífinu sjálfu. Einnig vil ég þakka fjölskyldum okkar og vinum fyrir að standa með okkur á þessari vegferð, fyrir þolinmæðina og hvatninguna. Án ykkar stuðnings værum við ekki hér í dag. Kæru kandídatar, innilega til hamingju með árangurinn og megi framtíðin vera okkur öllum björt. Takk fyrir mig. Sigrún Stefánsdóttir, formaður góðvina Háskólans á Akureyri og annarra velunara. Við skulum byrja upp á nýtt. Sigrún Stefánsdóttir, formaður góðvina Háskólans á Akureyri, samtök brautskráðra og annarra velunara Háskólans mun nú flytja ávarp. Gjörðu svo vel, Sigrún. Ágæti rektor, kandidatar og aðri góði gestir. Fyrir hönd góðvina Háskólans á Akureyri og auðvitað fyrir mína hönd líka, þá vil ég óska ykkur innilega til hamingju. Þetta er stór áfangi og spennandi tímar framundan, það er allt að gerast. Tækifærin eru handa við hornið og nú er það bara ykkur að grípa þau, þora og hafa sjálfstraust til að fara nýja leiðir. Ég vildi alveg vera í ykkar sporum. Kannski fer ég bara aftur í nám. Í haust var mér falið það að verða formaður góðvina skólans og mér langar til að nota þetta tækifæri til að segja ykkur aðeins frá þeim. Og vona náttúrulega að þið upplifið það að skólinn hafi verið góðvinur ykkar og nú er komið að ykkur að verða góðvinir skólans. Við þurfum fleiri góðvini sem að standa með skólanum og við að styðja við skólan og nemendur. Góðvinir eiga 25 ára afmæli á næsta ári og þetta eru samtök eins og Sólveig sagði áðan, vel unnara skólans og líka nemenda sem hafa brautskráðst. Og við þurfum að standa með skólanum og standa á bakviðan og það gerum við gjarnan í gegnum góðvini. Góðvinir hafa árunum stutt skólan með tækjakaupum og ýmsavegu og eins líka veitt viðurkenningu fyrir afburða árangur í námi og eins líka fyrir það að vera virk í námi eða í starfinu sem að tengi skólanum. Við í stjórninni erum ákveðin í því að gera þessi samtök sterkari og virkari heldur en það hafi verið og erum þegar komin í gang með ýmislegt sem ég ætla aðeins að segja ykkur frá. Í síðustu viku vorum við að senda bréf til fyrirtækja sem ekki hafa verið góðvinir skólans áður og við erum að reyna að fá fyrirtæki á svæðinu og eins líka fyrirtæki sem vinna með skólanum til þess að gerast góðvinir. Og ég er þegar búin að fá fullt af góðum viðbröðum frá fyrirtækjum, þannig að ég held að það sé alveg óplægður akur í vinum við þennan skóla. Þetta er það sem við gerðum í síðustu viku og í næstu viku, núna bara á mánudaginn, erum við að fara að stað með opið hús. Og það er ætlað almenningi í bænum, við viljum gjarnan opna skólan fyrir fleiri hópum og það ætlum við að gera með því að opna húsið og vera með fyrirlestra málefni sem varðar almenning og fyrir fólk sem kannski hefur ekkert verið að koma hingað áður. Og á mánudaginn þá ætlar hann Skúli, sonur þinn, að koma með fyrsta fyrirlestur og hann er netöryggi sem er málefni sem okkur öll varðar og verður mikilvægara. Þessi fyrirlestur er klukkan 2 í stofu N102,
Skúli gamall nemandi hérna og veit allt netöryggi og ef að þið eru komið fráhvarfseinkenni á mánudaginn, af því að það engin tími og ekkert að gera, skólinn búinn og útskrift búinn, þá getið þið komið og hlusta á skóla. Ég mæli með því. Við erum líka með annað verkefni sem eiginlega nýstáleg söguskráning skólans og það það, við köllum það veganestið. Og þetta veganesti eiginlega skírskotun til þess sem að maður tekur með sér út úr náminu hérna. Hvað fékk ég með mér í veganesti út? Og nú erum við að hafa samband við fólk sem að hefur lokið námi hérna og hefur farið kannski þá leið sem það hélt að væri að fara eða einhverja allt aðra leið og þau að segja frá því hvernig þau upplifa námi hérna, hvernig það hefur nýst og hvaða augum þau líta skólan þegar þau horfa tilbaka. Og við erum þegar farin að stað með þetta og ég held þetta lofi góðu og þetta á netinu þannig að þið getur fundið þetta undir nafninu veganesti og það á örugglega eftir að koma því að við höfum samband við ykkur og biðjum ykkur að segja hvernig veganesti var hérna frá háskólanum. En við gerum það ekki í næstu viku, við látum líða aðeins frá. Það auðvelt að gerast hérna góðvinur. Þið farið inn á netið unag.is og skráðu ykkur undir góðvinir og ég vona virkilega að bæði þið sem eru að útskrifast í dag og eins allir hinir sem ekki þegar eru orðnir góðvinir og eru hér í salnum að þið bætist í hópinn. Við þurfum á okkur að halda. Það hefur komið kirfilega fram að það Valentínusardagur í dag og ég ætla að vitna í Höllu Tómasdóttur forseta. Hún kom hingað í vor til þess að útskrifa nemendur ekki hérna háskólanum, heldur vísindaskóla unga fólksins. Og hún talaði mikið kærleika og hjarta. Og hún lauk sínu með því að segja við skulum fara út með kærleika í hjarta. Og ég held við ættum að gera það og ég var að æfa mig í morgun að búa til hjarta. Ég hef aldrei búið til hjarta. Ef ekki bara öll að búa til hjarta í tilefni dagsins. Og fara út í fallega vetrarveðrið með kærleika í hjarta. Takk kærlega fyrir mig. Jæja, nú fer þessari vetrarbrautskráningar athöfn við Háskólann á Akureyri senn að ljúka. Við ætlum að gleðjast frammi hér í miðborg og fá okkur kaffisopa og súkkulaðibita. Þar einnig myndakassi sem ykkur öllum frjálst að nota. Við munum ganga rétt strax út eftir kúnstarinnar reglum. Fyrst fer rektor og sviðsforsetar og svo fyrst að þið eru öll búin að minnast á kirkju, þá ætlum við að labba út eins og í kirkju, raðirnar mætast, fyrst fremsta og svo koll af kolli. Kandidatar fara alla leið út í frostið þar sem við ætlum að taka hópmynd að þessum glæsilega hópi og ég vil biðja gesti að bíða fram í miðborg þar til þau koma aftur inn. Kandidatar kusu sjálfir útgöngulagið sem verður spilað hér á eftir og ég verð að viðurkenna að ég verð alltaf smá stressuð að fá að heyra hvaða lag munu hljóma því að ég má ekki hagraða neitt ef að það kemur eitthvað skrítið en það bara þannig. Fyrir hönd Háskólans á Akureyri óska ég ykkur öllum, kandidatum og fjölskyldum ykkar innilega til hamingju með áfangan. Verið sæl og njótið dagsins. Between